Símahrekkur FM 957. Hvern vilt þú að við hrekkjum? Sendu póst á svaliogfélagar@fm.is. Já, Trausti. Sæll Trausti, Magnús heiti ég að hringja frá bílaleigunni á Egilsstöðum. Já, blessaðu Magnús. Heyrðu, þú varst hérna með bíl hjá okkur helgina, bláan Toyota Corolla Verso, bílnúmerið BZK92, getur það ekki passað? Jú, það stemir. Ok, heyrðu, þú varst búin að greiða fyrir bílinn og fylla hana bensíni, þannig að það var ekkert vesen á því. Já, flott, ok. En það hins vegar pínu vandamál sem kom í ljós í morgun bara þegar ég mætti í vinnuna. Hvað er það? Já, við fundum nefnilega ágætlega stóra dæld á afturstíðurinn, svona á hægra horninu. Já, svona eins og það hefur verið bakkað eiginlega á bílinn, eða þú hafir eiginlega bakkað á. Ég get ekki svo að ég kannast til það. Nei, það kannast svo sem aldrei neitt við neitt, sko. Hvað áttu að við með því? Já, og þú veist, þetta er frekar mikið tjón og það er ekki búið að loka samningum, þannig að þetta tjón var ekki skráð á bílinn. Þetta tjón var semst ekki skráð á bílinn áður en að þú tókst hann á 50-daginn og þá verð ég að bara því miður að tilkynna það að þú ert bara ábyrgur fyrir þessu tjóni, það er ekkert öðruvísi. Ábyrgur tjón samningur, hvað? Er ég ábyrgur? Ég fór vandlega yfir bílinn á því skilaði lyklanum í lúgun á þetta flugvelli, ég var minni nokkra daga. Já, akkur talaður ekki við sölufulltrúa þegar þú skilaði bílnum? Af hverju? Það var bara búið að loka, það var engin við, ég bara skilaði lyklanum og bílinn í góðu lagi. Nú, ok. Já, en þú hefði þá allavega að taka mynd bara bílnum og sína okkur að það hafi verið í lagi með hann. Herru, hvað fíflaskapur er þetta? Ég er ekki að fara að borga neitt tjón fyrir bíl sem ég var með í láni nokkar dag og skilaði góðu áskömmulagi. Ok. Bílinn var skrámulaust í skilaðunum, það var bara að taka myndir af bílunum, það var allt í lagi með bílinn. Hefur aldrei tekið bílalegubíl áður eða? Margoft. Já, þá hlýtur að vita á því að láta vita, þú veist, ekki bara einhverja lúgu, heldur fólk, láta fólk vita þegar þú skila bílnum. Hlusta þú á mig, það var búið að loka. Ok, einmitt, allavega, þetta er sko freka mikið tjón og samkvæmt tjónahandbókinu sem við erum með, að þá er þetta svona 249.000 sem ég þarf að rukka það fyrir þetta. Það stór sér á bílnum. Herðu vinnu minn, sko. Trausti, það stór sér á bílnum. Ert þú nýbyrjar að vinna? Nei, ég er búin að reyta lengi. Ég borga ekkert andskotans tjón. Ok, en ég get jafnvel að biðja bara blóðsýni líka. Við viljum ekki að okkar kunna sé að keyra fullir. Hvaða hálfviti ertu eiginlega? Ok, allavega, ég er með kreditkortanúmerið þitt og ég er búin að slá það inn hérna. Blóðsýni? Og það kom heimild á kreditkortið, þannig að þú getur bara tekið þetta sé frá gengið. Ertu að taka kortinu mínu? 250.000 krónur? Nei, þetta er nú reynda bara 249 sko. Þannig að Ertu algjör hálfvitið? Ég ætla að fá að tala við yfirmannin. En ég meina, akkur þetta gefa upp kortanúmer ef við megum ekki nota þetta kort bara á sanngjarnan máta. Þetta var þitt tjón og þú borgar. Fá síman hjá yfir. Ég tjónaði aldrei bíli. Leyfðu mér að tala við framkvæmdastjóra undir eins. Rólegum að Herru, ég hringdi heim til þín í morgun, sonuðin sagði að það veri örgli lagi að við myndum, þú veist, bara nota þitt kort til þess að borga fyrir þetta tjón. Þitt tjón, þú borgar. Þetta er eitthvað helviti skrín. Hringdur þú heim til mig og talaði við sonum minn, tókst út að kreditkortinu og byrjum eitthvað blóðsýni. Ég hringdi í sonuðin, hann sagði þetta getur það ekki passa? Ertu ekkert að segja nafni á syni mínum en helvitis vitleysingurinn? Býtu. Hann er 12 ára. Hefur ekkert verið að reyna að snúa út úr, sko? Sko, þetta er eitthvað mesta anskotans djöfusins vitleysing sem ég er lent í. Ég á einhvern 250 skatt til að borga fyrir einhverja dæld sem að þið dælduðu bílinn, sko. Ok. Það er búið að borga. Þú veist, ég var að strauja kortið þitt, sko. Sko, ég skal segja þér þarna hvað þú heitir. Ég skal bara segja, ég heiti Magnús Ægisson, það er ekkert mál, sko. Þú skal endurgreiða það peningi núna strax. Anskotans hvernig á að tala við, sko. Trausti, þú er að róa þig niður. Róa þú þig sjálfur niður? Nei, ég heiti ekki Magnús, ég heiti Kristján og ég er að hringja hérna niður frá FM 957, þetta er símarekkur. Ég veit að það er erfitt fyrir það að taka þessu, ég ætla ekki að koma með svona mikið ég sverði það. En þetta er sem sagt, þetta er bara svona smá grín og bíllinn er í góðu lagi og þú þarft ekki að hafa neinar ágjörð á þessu. Já, ég ætla alltaf að fara aðtúa heimabankan, sko. Já, þú þarft ekki að tjekka heimabankanum, ég tók ekkert, ég notaði ekkert kort, sko. Já. 250.000 krónur! Símahrekkur FM 957. Hvern vilt þú að við hrekkjum? Sendu póst á svaliogfélagar@fm.is.